Herðu, þá fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 4. október klukkan 14:02 og fyrst á dagskrá ályktunartillaga borgarstjórnar áskorun til stjórnvalda notendastýrða persónulega aðstoð eða NPA og hún hefur tekið nokkrum framsetningarbreytingum, sem þetta bara prófarkalestur en engum efnislegum breytingum. Og sú tillaga komin á vefinn og ef fundurinn vill að ég lesi hana upp þá það sjálfsagt, annars göngum við til umræðna. Þá kannski bara best að ég lesa hana upp. Borgarstjórn Reykjavíkur skorar á Alþingi að lögfesta NPA, tryggja sveitarfélögum nægilegt fjármagn til að stuðla fullnægjandi þjónustu og setja leiðbeinandi reglur þjónustuna með jafnræði að markmiði. Hér að ræða þjónustu sem fötluðu fólki ákaflega mikilvæg og byggir á hugmyndafræðinni sjálfstætt líf. Staðið hefur til síðan í lok árs 2014 að lögfesta NPA í kjölfar tilraunaverkefnis sem hófst árið 2011. Framlenging tilraunaverkefnisins rennur út áramótin og ljóst að margir búa nú við óvissu sem nauðsynlegt að bregðast við. Þess vegna skorar borgarstjórn á Alþingi að klára málið tafarlaust. Og vill einhver kveða sér til hljóðs undir þessu? Borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. NPA eða notendastýrð persónuleg aðstoð. Velferðarráðuneytið gaf í síðustu viku út 2 skýrslur notendastýrða persónuleg aðstoð. Þá fyrri unna Félagsvísindastofnun Háskólans og rannsóknarsetri í fötlunarfræðum mat á samstarfsverkefninu eða tilraunaverkefninu og seinni kostnað og ábata unna af Hagfræðistofnun Háskólans. Þessar skýrslur má nálgast á vef ráðuneytisins en ég ætla hér að stikla á stóru innihald þeirra og velta vöngum yfir framhaldinu. Áramótin næstu klárast framlenging á tilraunaverkefninu notendastýrð persónuleg aðstoð. Tilraunaverkefnið hefur þá staðið í 5 ár. Fyrir þá sem ekki þekkja málið notendastýrð persónuleg aðstoð ætluð fötluðu fólki til að auka á sjálfstæði þeirra og ákvörðunarrétt. Notandi stýrir þjónustunni sem hann fær og heldur utan hana. Alls voru gerðir 55 samningar víðs vegar land, þar af 14 í Reykjavík. Fyrir ekki því svo móð, ég var að hlaupa. Nú þegar tilraunaverkefninu lokið eftir að hafa fengið 2 framlengingar vakna upp margar spurningar. Heppnaðist tilraunin? Á að innleiða þetta fyrirkomulag? Það fyrir alla eða suma? Það dýrt? Alls staðar kemur fram mikil ánægja með þjónustuna þó einhverjir hnökrar séu hér og þar og þá helst þeir sem snúa að umsýslu samningana. Niðurstaða sýnir að mikil valdefling hefur átt sér stað í lífi fólksins og það öðlast meira sjálfstæði og meiri sjálfsvirðingu. Það þarf ekki að biðla til ættingja og vina aðstoð í jafn miklum mæli. Þetta staðfesta aðstandendur sem upplifa miklar breytingar og meira frelsi fyrir sig og þann fatlaða. Eftir því sem ég les út úr skýrslu Hagfræðistofnunar Háskólans kostnað og ábata þá meta notendur þjónustuna mikils. Reyndar svo mikils að þeir meta hana langt umfram það sem hún metin á. Það að segja, aðili sem þegið hefur þjónustuna myndi ekki skipta á henni fyrir þjónustuna sem hann fekk áður nema fyrir 9 til 12 milljónir aukalega þó að þjónustan kosti alls ekki svo mikið. Kostnaðurinn svolítið á reiki og misjafn milli sveitarfélaga en meðaltalshækkun sirka 3,5 milljón umfram það sem þjónustan kostar sveitarfélögin í öðrum úrræðum. Reykjavík og Seltjarnarnes skera sér reyndar þarna úr og með hærri umframkostnað. Það kann að skýrast af þyngd samninga á stærri þjónustusvæðum. Dýrari samningur gefur annan samanburð. En þetta gefur ágætis hugmynd þann ábata sem notandi hefur á þjónustunni.
Þetta segir okkur að jafnvel þó að þjónustan sé dýrari hún svo mikill ábati fyrir þann sem fær hana að hann metur hana langt umfram kostnað, þrefalt jafnvel fjórfalt. Þegar ég segi að þjónustan kosti það bil 3,5 milljón umfram kostnað sem sveitarfélagið veitir nú þegar ekki reiknað inn í þá tölu það framlag sem einstaklingur með fötlun getur gefið á móti, til dæmis í vinnuframlagi. En 80% svarenda sögðu þjónustuna styðja við atvinnuþátttöku og nám. Að ógleymdri getu hans til þess að gefa af sér inn í samfélag manna og verður sá ábati seint reiknaður til fjár. En ókei, við vitum að þetta góð þjónusta, hún nauðsynleg, hún hentar mörgum. Hvað það þá sem tefur? Af hverju ekki að innleiða? Eftir hverju bíðum við? Það virðist allt verið í frosti. Sveitarfélögin benda á ráðuneyti og ráðuneyti bendir á sveitarfélögin. Samningsdeilur snúast hvert framlag ríkisins á að vera og hverjar reglurnar eigi að vera. Það engir fundir boðaðir og einhver ákvarðanatökufælinni liggur í loftinu. Það kann að vera erfitt að setja leiðbeinandi reglur. Hverjir eiga rétt á þessari þjónustu? Eiga allir eiga rétt eða á það einskorðast við hreyfihamlaða? Þá ekki verið að mismuna þroskahömluðum eða eins og einhver sagði, þú færð ekki NPA nema þú kunnir á Excel. Í Svíþjóð voru reglurnar fyrst opnar öllum án kostnaðarþaks. Það var þeim of dýrt og Svíar neyddust til að setja skorður eftir á og nú þjónustan eingöngu fyrir útvalinn hóp fatlaðs fólks. Sú aðgerð reyndist mjög sársaukafull. Í Danmörku og Bretlandi var farin sú leið að allir ættu rétt á NPA en kostnaður mætti ekki fara fram úr þeim kostnaði sem önnur þjónusta sem sveitarfélagið veitti kostaði. Þar kvartað undan að framlagið dugi ekki. Það áreiðanlega mjög erfitt að setja reglur í kringum þessa þjónustu, en ákvarðanir þarf að taka á það sem fyrst. Við hljótum að geta lært af nágrönnum okkar í Svíþjóð, Danmörku og Bretlandi og mögulega farið bil beggja. Sett þak á kostnað en reynt að bjóða þjónustuna þeim sem vilja. NPA hentar ekki öllum, það á að vera val og aðrir kostir verða að vera í boði. Nú liðin 5 ár síðan verkefni á sett af stað og búið að gefa út mjög greinagóða úttekt sem sýnir svart á hvítu að NPA þjónusta bætir lífsgæði fatlaðs fólks og munar og umfram kostnaður ca. 3,5 milljón á ári og ábati metin í lífsgæðum ca. 9 til 12 milljónir á ári ef við notum peningamælikvarða. Í Reykjavík búa margir sem ekki voru svo lánsamir að fá NPA samning þó að hann væri sniðinn fyrir líf þeirra. Þetta fólk getur ekki beðið lengur því finnst því mismunað. Mismunað á grunni tilraunar sem allir málsaðilar hljóta að viðurkenna sé nú lokið. Nú ríður á að taka ákvarðanir. Til að undirstrika það að sveitarfélagið Reykjavík sé tilbúið þetta verkefni vill borgarstjórn skora á Alþingi að festa notendastýrða persónulega aðstoð í lög. Við sendum þess vegna frá okkur eftirfarandi áskorun sem Líf las. Forseti, Líf las. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Ilmur Kristinsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég ætla að fá að byrja á að óska nýjum forseta til hamingju með fyrsta fundin sem hún stýrir. Fyrir okkur, óskar velfarnaðar í því starfi. Ég ætlaði að fá að taka hans til máls undir þessum lið notendastýrða persónulega aðstoð því ég hef sannarlega mikinn áhuga á því að sú aðstoð og þetta úrræði verði lögfest og innleitt og að það standi fleirum til boða heldur en nú Við höfum einungis getað veitt örfáum einstaklingum þennan samning. Það eru mjög margir Reykvíkingar sem að bíða í óþarju eftir því að fá þetta tækifæri til þess að öðlast sjálfstætt líf og mér finnst það mjög mikilvægt að við samþykkjum hér þessa áskorun á ríkisvaldi að fara að ganga frá þessu. Þetta tilraunaverkefni hefur auðvitað tafist allt og lengi eins og borgarfulltrúi Ilmur Kristinsdóttir fór hér í gegnum og fyrir því eru eflaust margar ástæður og þetta sjálfsagt flókið en mér finnst samt mikilvægt að skora á að við setjumst nú öll niður og klárum þetta fyrir þá sem eru virkilega að bíða og hafa af því allar mögulegar forsendur vegna þess að ágóðinn getur verið svo mikill fyrir líf hvers einstakling sem fær slíkan samning.
Úttektin sem hefur verið gerð og borgarfulltrúi Ilmur nefndi líka, hún sýnir að það er þjóðhagslega hagkvæmt að innleiða NPA-samninginn. Það að segja að við fáum, ef að þetta er metið í fjármunum eða framlagi fólks sem fær þarna tækifæri til að stíga inn í þjóðfélagið og láta til sín taka, ef við metum þeirra framlagi í peningum þá fáum við meiri verðmæti tilbaka heldur en við erum að fjárfesta í notendastýrðri persónulegri aðstoð. Og ég veit að þetta þurfti kannski ekki að reikna út fyrir þá sem hafa fylgst með einstaklingum sem hafa fengið slíka samninga. Af því við höfum séð að líf fólks hefur gjörbreyst. Við höfum verið með alþingismenn og frambjóðendur til alþingis sem hafa verið með notendastýrða persónulega aðstoð og verið með fólk víða í þjóðfélaginu í ýmsum störfum sem að geta það á grundvelli þess að þau hafa fengið þessa samninga og þennan stuðning sem þau þurfa til þess að geta látið til sín taka. Og það er auðvitað það sem við viljum. Við viljum að fólk geti bara notið sín í sínu lífi og nýtt sína hæfileika og sín tækifæri, burt sig frá fötlun eða ekki fötlun. Mér persónulega þetta er gott ef þetta væri ekki takmarkað og mikið og að við gætum einhvern veginn reynt að mæta fólki þar sem það er. En að sjálfsögðu eigum við að gera eins og borgarfulltrúi Ilmur Kristinsdóttir sagði og reyna að læra af nágrannaþjóðum okkar. En ég hef líka heyrt mjög góðar sögur af því þegar þroskaskertir einstaklingar hafa fengið NPA-samninga og það hefur breytt mjög miklu í þeirra lífi. Það er tvennt sem ég langaði svona aðeins að nefna og það er annars vegar það að í dag þegar við erum ekki að veita NPA-samninga þá er stór hluti ábyrgðinni á þjónustu og stuðningi við fatlaða einstaklinga á herðum fjölskyldu viðkomandi. Þetta er mikil vinna sem þarf að framkvæma og það er kannski líka þess vegna sem NPA-samningarnir hækka af því þá þarf að fara að borga fyrir þá vinnu sem annars er unnin ólaunuð. Og við vitum það að ólaunaða vinnu í samfélaginu vinna frekar konur heldur en karlar. Þannig við getum líka gert ráð fyrir því að ef að fleiri fatlaðir einstaklingar fá NPA-samning, þá getur það hjálpað þeim konum sem nú er að vinna ólaunað stuðning við fatlaða einstaklinga til þess að láta líka meira til sín taka í samfélaginu og taka öflugri þátt. Jafnvel halda heilsu og öðlast meiri hamingju í lífinu. Þannig að ég held að þetta geti líka verið annar þáttur sem geti skipt samfélagi miklu máli og verið rök fyrir því að við eigum að leyfa fólki að vera sjálfstætt, taka sjálft ábyrgð á sínu eigin lífi en vera ekki upp á aðra komin. Það er heldur örugglega ekki gaman að finna fyrir því að maður sé byrði á sínum nánustu. Eins og sumir fatlaðir hafa talað um. Það er annað sem ég langaði líka að nefna í þessu sambandi og það er að fatlað fólk er í meiri hættu en annað fólk að verða fyrir ofbeldi. Það er staðreynd og það hefur við rætt hér og rætt skýrslu sem útkom fyrir rúmi ári síðan það. Og þar kom líka fram að fatlað fólk er oft háð þeim sem er að beita það ofbeldi. Það er oft fólki sem er að hjálpa þeim kannski með sína daglegu þarfir og það er oft erfitt fyrir þau að segja frá eða brjóta upp það samband þar sem að valdastrúktúrun er einhvern veginn þannig að þau eru þiggjendur og sá sem er að beita ofbeldinu hefur völdin. Þannig að NPA-samningur getur í þessu samhengi breytt valdastrúktúrun og fært völdin til fatlaða einstaklingsins sem getur þá sett sín mörk og sett ákveðið sjálfur hver það er sem sinnir þeirri þjónustu sem hann þarf. Þannig að þarna gætum við líka hugsanlega verið að minnka áhættuna fyrir fatlað fólk á því að verða fyrir ofbeldi sem er vissulega ótrúlega mikilvægt. Þannig að þrátt fyrir ýmsa óhættuþætti þá held ég að sé engin vafi á því að notendastýrð persónuleg aðstoð eykur bæði sjálfstæði fólks, eykur lífsgæði fólks og ég held að í framtíðinni muni notendastýrð persónuleg aðstoð verða einn af hornsteinunum í þjónustu við fatlað fólk og ég held að það sé því mikilvægt fyrir samfélagið allt, fyrir fatlaða og fyrir okkur að það væri gengið frá þessu sem fyrst, að þetta úrræði verði lögfest, að það verði fjármagnað þannig að fólk geti öruggt einhvern veginn, þetta sé ekki á hverju ári sem að veit hvort að það hefur NPA-samning á næsta ári,
að það geti einhvern veginn öruggt gengið í sínu lífi og vita það heldur sínu sjálfstæði og getur verið einhvern veginn gerandi í sínu lífi. Þannig ég bara fagna þessari yfirlýsingu mjög og ég vona að við sameinumst að samþykkja hana. Já, þá hefur borgarfulltrúi Heiða B. Hilmisdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Hver var að biðja orðið? Frú forseti, borgarstjóri, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil nota tækifæri fyrir hönd Framsóknar og flugvallarvina og óska nýjum forseta til hamingju með embættið. Það sem nú til umræðu hjá okkur sem sagt ályktun að við ætlum að hvetja Alþingi til þess að setja lög notendastýrða NPA þjónustuna svokallaða. Og ég þakka bara borgarfulltrúa Ilmi Kristjánsdóttur og sem formaður velferðarráðs fyrir þann inngang sem hún hélt hér. Við hjá Framsóknar og flugvallarvina við tökum heils hugar undir þessa áskorun og teljum að það sé mjög mikilvægt að jafnræðis sé gætt á meðal sveitarfélaganna þannig að ríkið taki það til sín að setja leiðbeinandi reglur, einmitt vegna þess að jafnrétti náttúrulega varið í stjórnarskránni hjá okkur og það mjög vandmeðfarið í svona málefnum þó svo þróunar eða tilraunaverkefni hafi verið að ræða að kannski veita jafn mikið svigrúm í útfærslu þess eins og raunin hefur verið vegna þess að það erfitt fyrir sveitarfélögin að veita sínum skjólstæðingum þá þjónustu sem við erum bara að finna upp hverju sinni. Að þessu sögðu að þá langar mig að vekja athygli á því. Nú erum við að stefna inn í kosningar og hérna sitja nú fulltrúar allavega mjög margra stjórnmálaflokka sem að bjóða fram. Og ég fór frekar hratt yfir ályktanir okkar allra, Vinstri grænna, Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Pírata, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og ég get ekki séð að þetta sé einhvern veginn inn í stefnumálum neinna þessara flokka fyrir alþingiskosningarnar. Þannig að við höfum verk að vinna, við sem borgarfulltrúar verðum að brýna okkar frambjóðendur til Alþingis vegna þess að núna náttúrulega að fara að eiga sér stað stjórnarskipti og nýja kosningar eftir aðeins 4 vikur. Það mjög hæpið bara í eðli þeirra áskorun sem við höfum sent að við náum að það verði komin árangur eftir 4 vikur. Þannig að ég vil brýna alla borgarfulltrúa hér inni að tala við sína fulltrúa sem að bjóða sig fram til Alþingis og forystu flokkana að þetta mál verði sett í forgang fyrir komandi kosningar. Þannig að við tryggjum þeim sem að minnst meiga sín í þessu samfélag þurfa á þessari miklu þjónustu að halda því þetta sannarlega mikil þjónusta þó hún sé þörf að við göngum til þessara verkefna óháð því hverju flokki við stöndum. Þannig að við tryggjum það hvernig sem næsta ríkisstjórn verður samsett, hverju sem verður þar í meirihluta, að þetta mál verður sett á oddinn fyrir okkar minnstu bræður og systur. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Nei, bíddu, hér andsvar. Ilmur Kristjánsdóttir, borgarfulltrúi, hefur beðið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði bara rétt að fá að svara. Ég tek heils hugar undir með borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu að þetta ég held að hreinlega það oft líka með mál sem svona þverpólitísk samstaða að þau gleymast. Af því að það ekki verið að merkja sig þeim, en ég held líka og það hafi kannski svolítið gerst á þessu kjörtímabili að það hefur svona, af því að það svo mikil samstaða þetta
þá sofna svona mál, sko. En ég held að það sé alveg rétt að við eigum að hvetja þingmennin okkar til þess að klára þetta og því ég held að það vilji það allir. Takk. Já, þá hefur Ilmur Kristjánsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og forseti biðst afsökunar á þessari yfirsjón, en næst á mælendaskrá er Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar, ég ætla bara að þakka meirihlutanum fyrir að setja þessa ályktunartillögu á dagskrá. Ég held að hún sé mjög mikilvæg. Málið er algjörlega eins og borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir lýsti því hér. Það er fast í ákveðnum farvegi, það er ekki búið að leysa fjármögnunarmálin og það er alveg ljóst að ríkið verður að koma inn með fjármagn, þannig að sveitarfélögin geti veitt þessa þjónustu. Það er bara alveg ljóst og auðvitað þarf að hraða þessum viðræðum milli ríkis og sveitarfélaga. Við í Sjálfstæðisflokknum styðjum þessa tillögu að sjálfsögðu eins og við höfum alltaf stutt við NPA-þjónustuna. Við höfum lagt hér til tillögur að fjármagn færi til hennar þó að við værum ekki skyldur til, heldur myndi forgangsraða til þess að geta veitt hana. Svo langar mér svona bara að segja að það er alveg skýrt að þetta er eitt af áherslumálum Sjálfstæðisflokksins fyrir kosningarnar. Það er alveg skýrt og er meðal annars inn á vef flokksins og mikið þetta mál talað vegna þess að, og það kemur algjörlega skýrt fram að við teljum að NPA eða notendastýrð persónuleg aðstoð eigi að vera eitt af meginformunum í þjónustu við fatlaða og vonandi þróast það þannig að þetta getur verið meginform þjónustu við aðra, fleiri en fatlaða, því þetta getur nýst svo miklu betur. Ég sit nú líka í verkefnisstjórninni NPA fyrir hönd sveitarfélaganna og veit að þar eru málin í undirbúningi. Það er verið að bara ganga frá í rauninni handbók og svona, já, bara reglum hvernig ég að framfylgja þjónustuna og framkvæma hana og held að það sé bara, því fara nú bara bráðum að ljúka. Frá okkur komu líka niðurstöður einmitt hvernig verkefnið hefði gengið og það er töfin af verkefnið er ekki síst vegna þess að við þurftum líka að fá þessa niðurstöðu fram áður en við getum tekið frekari ákvarðanir. En það er ljóst og við tökum heils hugar undir að það verður að eyða því óvissu ástandi sem er uppi og við skorum á Alþingi, við skorum á þá sem eiga hluta máli að setjast nú niður og leysa þessi mál eins hratt og auðið er. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil bara taka heils hugar undir þessa áskorun og langaði bara aðeins að hnykkja á því að við endurmat á yfirflutningi málaflokks fatlaðs fólks til sveitarfélaga frá ríki að þá var í desember í fyrra var því samkomulagi í raun og veru lokað og þar var skýrt tekið fram að þar stóðu nokkrir þættir út af sem að voru ekki hluti endurmatsins sem voru þjónusta við börn og ungmenni með fjölþættan vanda og auðvitað NPA
fleiri þættir reyndar tilteknir þar og það mjög mikilvægt að ríki líti ekki þannig á að með þessum samningi að þá sé allri fjármögnun lokið og sveitarfélögin sé bara í fínum málum og geti þjónustað þetta með prýði, því að svo ekki og þessi þáttur eru algjörlega utan við og þetta tiltekið auðvitað hér í greinargerð sem að fylgir tillögunni og þar sem að segir með leyfi forseta það samkomulag endurmat á flutningi á málefnum fatlaðs fólks sem samþykkt var í árslok 2015 náði því miður ekki til NPA og ég held að það hefði verið nokkuð langt í land satt segja að það væri hægt að loka þeirri fjármögnun en þetta voru allir sammála og við verðum auðvitað með þessu erum við að sýna svona ákveðið frumkvæði að því að málinu sé ekki bara málið sé ekki bara á ís því að það hefur satt að segja sára lítið gerst og eins og hefur komið hér í málflutningi borgarfulltrúa þá getur verið verulega lífsgæða aukningu þeirra sem að hugsanlega getur nýtt sér þess að þjónustu að ræða og en fjármögnunar hlutin það gerist ekki án þess að það sé klárað og ég held að það sé nokkuð mikilvægt að við í raun og veru stígum ekki þau skref að fara í að festa einhvers konar NPA sem á sér ekki lagastoð í sessi með því að við förum að reyna að fjármagna eitthvað sem ekki alveg ljóst hvað og sveitarfélögin þetta verða að standa saman í þessu og við sem að sitjum í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga við erum algjörlega meðvituð þetta og formaður stjórnar og framkvæmdastjóri auðvitað leiða allt til þessa kröfugerð gagnvart ríkinu og ég nota nú bara tækifærið og brýni þá aðila til góðra verka en eins og ég segi mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því og séum með það algjörlega hreina þessi hluti var algjörlega undan skilin í þessu endurmati á flutningnum. Já, takk fyrir það. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og Halldór Halldórsson borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar eða koma með andsvar. Já, forseti, til hamingju með starfið. Velkomin í stól forseta. Bara andsvar núna þessu sinni til þess að skemmtilegt andsvar, taka undir með borgarfulltrúa Birni Blöndal að öllu leyti í þessu og gera leið grein fyrir því að áherslur sambandsins núna eftir að stór mál náðust gagnvart ríkinu þó að þau séu nú kannski að fjara út varðandi lífeyrismálin allan að tímabundið hinum megin frá að þá næsta stóra áhersluatriði hjá okkur og verður núna tekið fyrir á samráðsfundi á morgun, samráðsfundi ríkis- og sveitarfélaga, að það eru þessi gráu svæði í þjónustu ríkis- og sveitarfélaga. Nú erum við að fara að setja það á oddinn og þau eru ansi mörg og NPA verkefni kannski flokkast nú ekki beinlínis undir það en það svona verkefni sem við þurfum að leggja ofur áherslu á að klára og þess vegna vil ég taka undir með borgarfulltrúanum að það ekkert sem að kemur til greina annað en það að flýta því eins og mögulegt núna út af þeirri stöðu sem það eru kosningar framundan og það þyrfti helst að nást einhver niðurstaða áður fyrir kosningar þó að þessi kannski mikil bjartsýni að segja það og áskorun héðan, ég tala nú ekki áskorun sem samþykkt af öllum borgarfulltrúum sem ég held nú að sé nokkur vel hægt að fullyrða verði að hún auðvitað mjög mikil stuðningur við það. Þá hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæða borgarstjóri hefur
beðum orðið. Takk fyrir forseti, til hamingju með þitt nýja embætti og hlutverk, ágæta borgarstjórn. Ég vil taka hraustlega undir með ályktuninni og þeim sem hér hafa talað. Ég fagna mjög þessari eindregnu afstöðu borgarstjórnar og vil vekja í raun athygli á því ófremdar ástandi sem að mun skapast gagnvart fólki sem að þiggur stuðning og þjónustu frá Reykjavíkurborg. Ef að ekkert verður að gert, þá rennur einfaldlega þetta tilraunaverkefni út, vantar lagagrundvöll, fjármögnun og það sem í raun býður þá einhvers konar form af beingreiðslu samningum eða öðrum samningum til þess hóp sem með NPA og vill ekki fara tilbaka, og við getum heldur ekki komið til móts við hópinn sem hefur raun verið að bíða eftir að komast inn í NPA-kerfið vegna þess að það ekki komin almennur lagagrundvöllur. Þannig að ég vil bara skora á þingið, það þarf lög og ríkisstjórnin og ríkið að láta verkin tala í þessu. Það mjög stutt til áramóta. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá göngum við til kosninga þessa ályktunartillögu. Þeir sem eru... Já, vantar, þá fæ ég að gera eitthvað. Já, það var þessi. Ég vil biðja borgarfulltrúum að ganga inn í salinn til þess að kjósa ályktunartillögu borgarstjórnar. Þarna kemur borgarfulltrúinn. Þá getum við gengið til atkvæða ályktunartillöguna. Þeir sem eru sammála henni gefi merki. Hér sé ég 15 hendur á lofti og þá telst tillagan samþykkt samhljóða. Þá göngum við til liðar 2 á dagskrá